þá komið að, nú ég að finna dagskrána, fimmta lið á dagskrá, það Hlíðavellir, umsóknum áframhaldandi stækkun. Ég ætla að biðja varaforsta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komið á dagskrá erindi sem búið að vera til umræðu bæði í skipulagsráði og bæjarráði. En hérna lagt fram erindi Jóhanns Þórs Jóhannssonar frá 21. október fyrir hönd Atnorð, þar sem óskaðar eftir lóðarvilyrði fyrir óstofnaða lóð til vesturs á núverandi athafnasvæði Atnorð að Hlíðavöllum 3. Og þeir með uppdráttinn fyrir framan ykkur. Umsókn sett fram með fyrirvara breyting á deiliskipulagi, en umsækjandi lýsir sig reiðubúinn til að vinna að nánari útfærslu á slíku með skipulagsyfirvöldum. Skipulagsráð tók jákvætt erindið en vísaði málinu til umræðu í bæjarráði, þar sem var yfir málið, og bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að Atnorð verði veitt vilyrði fyrir nýrri lóð við Hlíðavelli til samræmis við fyrirliggjandi erindi án auglýsingar með vísun í heimild í grein 2.3 í reglum úthlutun lóða sem gerir þá ráð fyrir 15% gatnagerðargjaldi. Væri vilyrði með fyrirvara gildistöku breytinga á deiliskipulagi svæðisins sem unnið verður í samvinnu við umsækjanda og Akureyrarbæ. Endanleg úthlutun getur því ekki farið fram fyrir en að loknum skipulagsbreytingum, auk þess sem forsenda úthlutana verður að áður samþykktur samningur sem var gerður við fyrirtækið síðustu lóð nýtingu glatvarma verði uppfærði til samræmis við stækkun gagnaversins. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir og gefum aftur stjórnum fundinum. Takk fyrir það. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú erum við enn og aftur hérna að ræða fyrirtækið Atnorð, en þetta verkefni hófst síðla á síðasta kjörtímabili þegar var ákveðið að úthluta þessu tiltekna fyrirtæki lóð undir gagnaver, og í skipulaginu var talað mögulega áframhaldandi stækkun sem var það lóðin þar hliðin á, sem og ég samþykti þegar þeir sóttu hana. Síðan höfum við úthlutaðum aftur, minni með 2 lóðir, og þar satt ég hjá, og það var þá aðalega út af því að mér fannst þeir ekki vera komnir það langt kannski í því sem að við höfum var rætt í upphafi þegar var ákveðið að fara þessa vegferð með fyrirtækinu sem var bygging á skrifstofuhúsnæði og fleira. Þannig að ég vildi láta reyna á það, en sömuleiðis stöndum við frammi fyrir núna að ætla þá að brjóta nýtt land í þetta skipti, ekki úthluta fleiri lóðum, og skrifstofubyggingin ekki enn risin, en ég ætla ekki að stoppa mikla uppbyggingu á prinsippatriðum þó að þetta fari í taugarnar á mér. En það sem við rættum við úthlutun 2 var að við þurftum bara að setja okkur smá stefnu sem sveitarfélag, varðandi bara gagnaver og atvinnubyggingu bara í heild sinni. Og það sem mögulega hefði getað komið úr þeirri vinnu að við værum orðin eftirsóknarvert sveitarfélag þegar kemur að uppbyggingu gagnavera og hér sé næg raforka, og við hefðum mögulega farið í að skipuleggja þessar lóðir sjálf og bjóða út og fá sem hæst verð fyrir þær. En hér erum við á þessum stað og þá kannski ekkert annað en að leyfa þessi fyrirtæki það bara áfram að stækka. En ég held að hitt hafi verið bara meiri gegnsæi og við höfum mögulega fengið meira í kassan við að fara þá leið. En það hafi verið mikil umsvif í kringum uppbyggingu Atnorð og maður vonar bara að það haldi áfram og þetta fyrirtæki muni dafna og veita mörgum góða atvinnu og aukin sérfræði störf. Og ég held við ættum líka bara hvetja þetta fyrirtæki til að hafa einhvers konar skrifstofur hér og stjórnendur. Við reyndum nú að hvetja þau inn í bæjarráði en það var vist ekki mikill vilji til þess, en
En ég ætla sérst bara að samþykkja þetta, við erum bara komin á þennan stað og uppbyggingin að mörguleiti glæsileg en hefði vilja gera þetta öðruvísi. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki annað en brugðist við og komið hér upp. Ég stoltur af því að hafa átt hluta því að útluta á sínum tíma, lóð undir gagnaver og skipuleggja, fara í skipulagsvinnu til þess að geta útlutað þessar lóð og síðan samþykkja þessa stækkun og það sem að meirihlutin hefur samþykkt stækkun og svo núna enn þessa viðbót sem verið að gera. Þegar að við erum með gott fyrirtæki sem hefur sýnt fram á það að skapa mikla vinnu og virðist ganga bara býsna vel, að þá sé ég ekkert að því að styðja við slíkt fyrirtæki með áframhaldandi samningum uppbyggingu á svæðinu. Ég held að sé bara mjög gott fyrir samfélagið og þess vegna styðja þetta alveg heilshugar. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðsið sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það eru öll.